Komið sæl, Anna Helga heiti ég og ég ætla að fara aðeins í gegnum aðeins að ræða ályktunartölfræði í R og svo hvernig við vinnum með svokallar endurvalsaðferðir eða bootstrap aðferðir í R. En ég hef rætt það áður að við skiptum oft tölfræði upp í annars vegar lýsandi tölfræði og svo ályktunartölfræði. Og við erum búin að fara í gegnum það sem snýr, það helsta sem snýr að lýsandi tölfræði. Og nú erum við komin í ályktunartölfræðina þar sem við viljum nota úrtak sem við erum búin að lýsa með lýsandi tölfræði til þess að álykta þýðið. Og það gerum við iðulega annarkvort með tilgátuprófi eða öryggisspilum og við munum sjá hérna síðan meir að við getum framkvæmt á auðveldan hátt öll helstu tilgátupróf og smíðað öryggisspil í R, T-próf, key-kvadraðpróf og fleiri. En áður við gerum það, þá ætlum við að sjá aðeins hvernig útfæra má svokallar endurvalsaðferðir í R. Og þetta eru bootstrap aðferðir. Þetta eru geysilega öflugar aðferðir sem við ferðum að notast við meir og meir og við getum notað það til að reikna öryggisspil og framkoma tilgátupróf fyrir nánast hvaða lýsistar sem er. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í sér tilvik, heldur bara almennt hvaða aðferðir geta aðstoða okkur við að gera þetta. En endurvalsaðferðir byggja á að taka slembiúrtök og byrjum á því að skoða hvernig við getum tekið slembiúrtök í R. Einföld aðferð, en aðferð sem ég ætla að nota mikið, það er aðferðin sample og hún hreinlega bara dregur úrtak úr, tölum bara úrtak og þýði þarna. Við mötum aðferðina með þýðinu sem viljum taka úrtak úr ásamt stærð úrtaksins. Svo getum við valið með skilum eða án skila og ef við viljum skila stökunum aftur þá þurfum við að nota stillinguna replace jafnt og true. Sjálfgefið er replace jafnt og false, þannig að við erum búin að velja stak úr þýðinu þá sem sagt er því ekki skila, það er það sjálfgefna. Og við getum fest slembigjafan með að nota set seed aðferðina. Svo fiktum aðeins hér. Nú ætla ég að ræsa R, þetta er nú annað, hér er ég að búa til glærurnar, hér er kóðinn fyrir þær, en við skulum ræsa bara R hérna aftur og við skulum bara vera áfram, vinna hérna í líkindadreifingar og svo búið til nýtt verkefni næst þegar við fyrir að vinna með tilgátuprófin. Þannig ég fyrir í File og Open Project og aftur fer ég hérna í R frá grunni og líkindafræði.py og það verkefni opnast. Það er bara tómt að því ég geymdi ekki vinnusvæðið og ég ætla bara að fara hérna í botnin og aftur við ætlum að leika okkur með sample-skipunina. Við byrjum á að mata með hvert er þýðið. Segjum bara sem svo, ég ætla að taka slembitölur, kannski 5 stykki úr tölunum frá 1 og upp í 100, eða notum bara 10 hérna. Þannig að hér eru 5 slembnar tölur sem eru dregnar út úr þýðinu 1 og upp í 10. Og aftur, ég get nota hérna, ef ég keyri svo aftur sample, þá fá ég aðrar 5 og aðrar 5 og aðrar 5. Hérna get ég bara nota til að draga í lottó. En ef ég vil alltaf fá þær sömu, ef ég vil geta endurtekið það sem ég er að gera, þá nota ég set seed, keyri hana á undan og fæ ég alltaf þær sömu. Hérna get ég svo notað replace jafnt og true. Og þá skilar hún aftur og þá hérna eins og hér 6 er valin en henni skilað aftur og þess vegna kom hún til greina þegar þessi síðasta gildi hérna var valið. Þetta er sample. Nú hérna er ég bara að sýna ykkur þetta í mjög einföld, þetta þýði hérna getur þá verið í rauninni hvað sem er, við þurfum bara að mata aðferðina með því þýði sem við erum að vinna með og svo hversu mörg gildi við ætlum að draga.